Jæja, ágættu áhorfendur og áheyrendur, við höldum áfram og nú eru konið til okkar 2 nýkjörnir þingmenn, það Guðmundur Ari Sigurjónsson og Pavel Bartošek. Pavel, þú hefur setið á þingi? Ég hef setið á þingi, ég var á þingi í 1 ár 2016-17 í stuttakjörtímabilinu sem þá var og svo var ég varaþingmaður í kjörtímabilinu þar á eftir og tók kannski sætið 2-3. Þannig ég kem ekki alveg glænýr inn, ég hef einhverja þingreyslu, kannski hlutfærslega mikla þingreyslu með við þingheim almennt sem náttúrulega mjög mikið til nýr. Þú sem reyndar í þingmönnum? Já, ég held að ég sé með reyndar í þingmönnum en kannski, nokkri sem var setið einhvern tímann en það eru mjög margir sem eru algjörlega nýr. En þið samfélagt að báðu verið sveitarstjórn og þú ert ennþá í sveitarstjórn? Jú, við erum báðir ennþá. Já, passar. Þannig að já, einmitt komið þaðan og ég að stíga þá mín fyrstu skref í þessu. Sá ekki eitthvað staðar að það væri 34 nýjir þingmenn og væri þetta að mynda meirihluta nýliða? Ég vilji verið til þess. Já. Ég held að sé ekki viljið til þess. Kannski. Aðeins ég upplýsi. Það ekki mikið framtíð í því. Þetta eins mikið að fá út mér í þessum þætti. Inn í þeim hópi er Pavel, þannig að hann telst ekki vera nýr í þeim skilningi og líka Lilja Rafney og gott ef ekki ykkur fleiri sem hafa verið að koma inn aftur. Ég segi 34 tölu. Þannig að það er svona vítt talið. Þannig að eldri þingmenn myndu reyna að ná þeim yfir og þannig að þið eru þá í minnihluta. Og Sigurjón Þórðarsson, hann er annar sem hefur sittið á þingi, Karl Gauti Hjaltason, hann hefur sittið áður á þingi. Sigurður Andersen, þannig að ég held að það séu mikil reynsla kom inn. Já, hluti af þessum 34 hafa þingreynslu. En náttúrulega, ég man ekki hvað tókunum segja, það er Samfylking og Viðreisn. Við ætluðum að hafa líka eitthvað frá flokki fólksins, frá þeim 3 flokkum sem eru í stjórnarmyndunarviðræðum. En þrátt fyrir samtals 80-90 ára reynslu í blaðamennsku, þá tókst okkur bara ekki að fá neitt úr flokki fólksins til að koma til okkar. Það voru öll upptekinn. Okkur grunar að það sé að þeim sem ekki ætlast til þess að þau sé að tjá sig. Við dróðum það ályktun. Við vorum einmitt að ræða hérna frammi ætli við séum ekki svona leiðilustu viðmælandi sem getur fengið núna, vitum lítið og segjum enn minna. Nei, ég bara byrjum að spyrja þér, nú búið að kjósa að segja þingmann býður þá ekki svona með óþreyju þar til að þú getur sest inn á þing og þessi linni. Jú, þetta er mjög sérstök upplifun ef ég var bara að vera mjög heiðarlegur með það og ég var nú aðeins að ræða þetta við Pavel hérna áðan að þetta var mjög stutt kosningabaráttu, 6 vikna sprettur, það var bara mikið á dagskrá, maður vaknaði snemma og var lengi að svo hvernig koma kosningar og þá er bara smá svona tómarúm sem tekur við, þetta er ákveðna svona samningsnefndir að semja stjórnarmyndun og einhvern veginn hægt að taka þátt í því að einhverju leyti, en svona maður er svolítið svona að ná sér aftur bara niður eða ég mitt spenntur að bara fara að byrja. En hvað færðu að vita? Talar við Kristrúnu og tökur stöðuna? Það er þingflokksfundir. Já, það er náttúrulega bara haldir reglulegir svona þingflokksfundir sem við farið bara yfir að helsta en það er mikilvægt í svona viðræðum. Þið er ekki að hringja í formannin og spyrja? Nei, við raunin bara veitum formanninu gott umboð og sýnum henni traust í þessum viðræðum og svona því sem við heyrum þá gengur bara ágætlega og þá verðum við bara ánægðir Sem þið eru vongóð þetta ekki orðið? Já, ég meina, þetta er náttúrulega verkefni sem við erum að vinna akkurat núna, þannig að við að sjálfsögðu erum vongóð að það náist. En maður skynjar líka, mér finnst það nú kannski skemmtilegast út í það, maður hefur tíma til að vera svolítið út í samfélaginu og bara hitta fólk og ræða við fólk sem hafa búin að ræða við í kosningabaráttur og svo framvegis að það er allavega mikið svona spenna í samfélaginu, skynja ég fyrir þessari ríkisstjórn. Já, maður skynjar það, alveg langt út fyrir jafnvel flokkana sjálfa, fólk svona er bara svolítið spennt fyrir þessu, finnst það vera eitthvað nýtt, finnst líka einhvern veginn vera eitthvað svona spenna fyrir því að það sé vera að hlusta á það sem kemur einhvern veginn upp úr kjörkössunum, að það sé svona einhvers konar stjórn fólksins sem geti verið að verða til og það er bara gaman að heyra að það sé svona spenningur í samfélaginu. Pavel, þinn flokkur, Viðreisn, er svona í líkilstöðu? Við erum í ágætis stöðu, fengum náttúrulega frábæra kosningu. Já, og líkilstöðu varandi stjórnarmyndun? Ég held að við séum í ágætis stöðu, já, það er alveg ekki drátt metið og ég líka að maður hefur séð það og skynja það, ég held að fólk sé almennt spennt fyrir að vinna með okkur allavega margir og við höfum líka séð á könnunum að það eru margir sem kjósendur margar flokka sem nefna okkur sem mögulega samstarfskost, þannig að það er bara gott. Ertu sáttu við þessa leið sem er verið að vinna núna? Ég vil formaður hefur bara fullt umboð mitt og annar í þingflokkum til þess að fara í stjórnarmyndunar viðræður og við í Viðreisn förum þetta ekki slíka viðræður til þess að það náðu árangri, það er ekki sýndarmennska í því. Já, meina það sem reyð.
Það eitt varandi stemmingun í samfélaginu sem er mikil meðbyr með þessu, maður heyri það og það, ég nefndi nú einn áðan, þess vegna ég nú að benda á að kannski fólk sem aðra kosti líka, að ef að þessu verður, að þá verður þetta í eitt að fáu skiptum þar sem að enginn af stjórnarflokkum heldur áfram í ríkisstjórn, síðast gerðist það 2013, þar áður 1971. Þannig að það kannski ferskleikinn sem ég held að við séum að upplifa, fyrir utan að þetta náttúrulega mjög gaman að sjá 3 konur vera að ræða saman en það ég held að sé þessi viðsnúningur að fá þá bara eitthvað alveg nýtt af því að hitt var náttúrulega þeir slógu reyndar ekki metið á höfnun á ríkisstjórn af því það var meira 2013. Það er rétt, ríkisstjórn á Íslandi hafa oftast fallið annarkvort á miðju kjörtímabili vegna þess að fólk er bara búið að fá upp í kóka sjálfu sér eða eftir kosningar þegar menn einhvern veginn reyna að lesa í einhverja stemningu í þjóðfélaginu og fá nýjan að borðinu og langoftast er það samt þannig að einhverja starfandi stjórnarflokkum heldur áfram. Nú var útreið þeirra þetta slík að þau voru kannski ekki neitt í stöðu til þess að vera að gefa spilin eftir kosningar. Eitt flokkur, ríkisstjórnarflokkur þurrkast út og aðrir fá sögulega vestu niðurstöðu allra tíma. Báðir Framsókn og Sjálfstæðisflokkur hafa aldrei komið verið út úr þessu. Nei. Þeir eru samanlagt með 19 þingmenn sem voru 38 þingmenn. Og ég man ekki hvort hann er með þá þessi sem að gekk yfir í miðflokkinni í 38 tölunni, það fór upp í 39. Og svo má líka hafa í huga því að út af hinum margumræddu dauðu atkvæðum að þá ætti fylgi Sjálfstæðisflokksins ætti ekki að gefa hennum að 12 þingmenn. Þannig að afhróð ríkisstjórnar er meiri heldur en þingmannafjöldin segir til En það sem við vorum að ræða áðan mögulega stjórnarmyndun og það sem var svona mesta spennan er það hvort að Viðreisn geti sætt sig við þær umtalsverðu umbreytingar á velferðarkerfinu sem að má lesa úr kröfum Flokks fólksins. Já. Nú er spurning hvort ég segi no comment í 30 mínútur eða ég meina þetta er mikla spennan í þessu. Ég held að það séu kannski allir sem átt að segja á og lesi stefnuskrá flokkarna í hinum þessum málum að það eru staðir það sem við erum sammála og það eru staðir sem getur orðið einhver meiri umræðum en ég held að þetta sé bara viðfangsefni formanna að tækla þessi mál og reyna að finna út úr því. Og ég held að meðan því stendur þá sé kannski, ég vona að fólk síni í skilning, ekkert mjög heppilegt að einstaka þingmenn úr þeim flokkum sé að tjá sig hvort eitthvað sé rosalega erfitt eða hvort eitthvað sé mjög auðvelt. Eina sem ég get bara sagt er að eins og við höfum séð við umræðum í sjónvarpi þá virðist fara ágætlega á með formannaflokkana, þau skilaboð og það sem við höfum fengið að heyra frá þeim er að við gangi ágætlega og á meðan það þá er ég sæmilega vongóður að sé hægt að loka þessu af því að eins og segi þá fer Viðreisn ekki svona viðræður nema í þeim tilgangi að ljúka þeim og mynda hér starfhæfa stjórn og það höfum við til dæmis gert í Reykjavík í tvígang og ég held að það sé ágætlega og við fundum það ágætlega á kjósandi því að við verðum stöðuleika á miðjunni sem það sem atkvæði nýtast til þess að koma á starffræði ríkisstjórnarlandinu fyrir heldur en síðar. Nýji Framsóknarflokkur, heitir þetta? Ég meina, Framsóknarflokkurinn má nú kannski alveg eiga það. Hann hefur gegnt í hlutverki í íslenskri pólitík mjög lengi og það er reyndar athyglisvert að það hefur verið sambærilegur flokkur í Póllandi sem er bara hinn pólski Framsóknarflokkur sem heitir PSL og hefur starfað í 100 ár og rauninni gegnt svipuð hlutverki, jafnvel starfað með þá kommunistum á tímum kommunismans og svo verið í alls konar ríkisstjórnum þar á eftir. En ég meina, það má alveg virða það við fólk ef fólk er alltaf tilbúið að setjast niður og ræða við sína pólitísku andstæðinga og reyna að komast að niðurstöðu og ég mun ekki taka því sem nýðirði ef það verður orðsporið sem kemst á okkur að við séum flokkur sem er tilbúin að ræða þessi á niðurstöðu. Sem þið myndir þá vinna á næstu kannski 20 árum því að þetta er náttúrulega svona sess sem er svolítið sögulega sterkur. Það er ekki beint svona innbyggt inn í kúltúr ykkar að vera þetta afl. Við höfum alveg örugglega farið í töluverða sjálfskoðun á undanförnum 3-4 árum varðandi bara okkar áherslur hvaða er sem við viljum segja við fólk. Ég fann það til dæmis, ég skal bara segja það. Þannig þeir eru að sækja að vera miðjuflokkur?
Já, ég skal bara segja að því að svo ég segi nú eitthvað að viti í þessu viðtali á þess að segja og að eftir kosningarnar í kosningu 2017 þegar að Viðreisn náttúrulega fer út úr ríkisstjórn og mælist, vera að merkja, við vorum tíma að mælast með 2,53% í könnunum þá. Og þá gerum við það sem við gerum sem að gera í svona stöðu, sem að taka upp símann og byrja að hringja í fólk. Byrja að hringja í fólk sem studdi mann áður en hafði þá hætt við. Og þetta var mjög lærdómsrík kosningabarátta. Okkar niðurstaða, mín stærsta ályktun af þeim samtölum var svo að við misskildum aðeins það að við héldum okkar kjósendur, þau sem hafði falið okkur umboðið, væri á þeir skoðum við ættum að vera algjörlega óbilgjörn í öllum okkar stefnumálum. Niðurstaða mínu samtölum af fólk, og það hefur líka íslenska kosningarannsóknir sýnt, að kjósendur Viðreisnar eru fólk sem mjög skilningsríkt á það að það þurfi stundum að gera málamiðlanir. Ef að kjósendur Viðreisnar eru spurðir á bilinu 0 til 5, hvort það sé stefnufesta eða svona óbilgirni eða málamiðlanir skiptir máli, þá raðast kjósendur Viðreisnar mjög mikið málamiðlamegin og reyndar af flestum flokkum lengst í þá veru. Þannig að við höfum fundið að hjá okkar umbjóðendum, hjá okkar kjósendum, þá mikill skilningur að því að við þurfum stundum að gera málamiðlanir til þess að mynda starfa stjórn og það eitt af stóru svona ályktunum sem við höfum dregið í sögu flokksins. Og hin þetta svo að það mikill áhugi og það fundum við líka öllum þessum fundum sem við tókum við verslunarmiðstöðum annars staðar að það sem brennur á fólki eru kjör. Það eru kjör fólks. Það eru hlutir eins og vextur og verðbólga og ráðstöfunartekjur. Og það það sem við lögðum mjög mikla áherslu á þessari kosningabaráttu og uppskárum eftir því. Þetta hljómar kannski eins og endurskoðun Samfylkingarinnar eftir að Kristrún var formaður. Já. Að fara út og hlusta á fólk og endurmeta flokkinn út frá því, eða hvað? Já, ég held að þetta sé nú kannski líka bara svona eiliga verkefni stjórnmálafólks og stjórnmálaflokka að missa aldrei tenginguna við fólkið í landinu og eina leiðin til að rækta þá tengingu er náttúrulega bara að fara og hitta fólki þar sem það er og ræða við það það sem að skiptir þau raunverulegu máli. Það er alltaf svona áskorun að hætta, maður einangrist einhvern veginn í einhvers konar fílabeinsturni, hvort það er í sveitastjórnum eða alþingi. Þannig að mikilvægt að vera með puttan á púlsinum varðandi þetta. Og þetta er það sem Kristrún hefur gert. Hún náttúrulega hefur lagt höfuðáherslu á efnahagsmálin. En með þá sýn að það að ná stjórn á efnahagsmálum veit okkur svigrúm til að geta veitt hér góða þjónustu fyrir íbúa landsins, byggt upp vegakerfi, byggt upp heilbrigðiskerfi og svo framvegis. Þannig að þetta er bara svona klassísk efnahagsstefna að vera með öflugt atvinnulíf sem borgar fyrir velferðina og þessi samhljómur er bara víða í samfélaginu og ég skil vel að fleiri flokkar heyri það sama, áhersla á efnahagsmál, áhersla á kjör, því að þetta er bara sem skiptir fólk mestu máli og kemur fram hvort sem það er einmitt bara svona samtölum í verslunarmiðstöðum eða í rannsóknum Gallup, að þetta er bara það sem er efst á baugi hjá fólki. En gætum við sagt að ástæðan fyrir veikri stöðu Sjálfstæðisflokksins VG og Framsóknar væri að þau hefðu ekki farið í þessa vinnu? Svo ég spyr ykkur sem stjórnmálaskýrendur en ekki þingmenn. Já. Þú þekkir aðeins til í Sjálfstæðisflokknum, þú varst þar eða ekki? Já, mér fannst alltaf ef ég setjum við þau spor að vera stjórnmálaskýrandi en líka bara þáttakandi í þessum leik, þá fannst mér alltaf Sjálfstæðisflokkur mjög lengi að ná vopnum sínum í þessari baráttu. Mér tók eftir því og var svo sem ég geta harma það, en þau voru menn það var lengi einhvers konar tilraun til þess að reyna að láta umræðina snúast alla Reykjavíkurborg eða innflytjendamál eða hluti sem Evrópusambandið, já það var aðeins í lokin, að hluti sem upp til hópa fólk hafði ekkert rosalega mikinn áhuga á að ræða. Þegar þú ert búin að vera í stjórn landsins í nokkra áratugi, þá er það nú gríðarlega veik vörn að benda á eitt sveitarfélag og halda þið fram að heimurinn væri betri bara ef við höfum stjórnað þar líka. Þannig að það voru kendur meirihlutanum í Reykjavík verðbólgu. Já, það er bara gríðarlega veikum málflutningur og mér fannst það vera kannski þetta mistöki sem ég gerðu mjög lengi en ég var svona ekki að harma þau því að mér fannst þetta ganga bara ágætlega meðan að þau voru að hjakkast í því fari. En svo svona kannski í lokin þá kom fram það er eins og menn hafi átt að segja mögulega þegar þú ert að skila þig búi þá sé gott að halda þig fram að þú verður ekki klúðra öllum. Þannig að menn fóru svona aðeins að reyna að tala það sem allir sem hafa verið stjórn eiga að gera, sem að reyna að vera svolítið stoltur af verkum sínum
af því að þessi ríkisstjórn alltaf byrjaði þannig að þessar kosningar bara byrjaði þannig að þau sem fögnuðu helst endalokum ríkisstjórnar voru fólki í ríkisstjórnin sjálfri. Og það auðvitað, þú vinnur enga kosningabaráttu. Og í kosningabaráttunni stigu við fram til þess að segja okkur frá því að raunverulega hefði ástandið verið ennþá verra heldur en að við reiknuðum með. Og þú kýst sko ekki, þú nærð ekki endurkjöri í stjórn húsfélags ef að þú ert manna fegnastur að losna það nút sko. Það ábyggilega fyrir stoft. Ekki eins og það sé mér eftirspurn eftir því að sitja þannig stjórnum í Europa en það nú samt bara þannig. Guðmundur, má ég spyrja þig AFG? Já, það má alveg spyrja út í VG, mér finnst nú þetta eru frændflokkar? Já, akkurat. Sko, það náttúrulega bara gríðarlega erfitt að koma út úr þessari ríkisstjórn og þessi svona stemningi fyrir ríkisstjórnin var náttúrulega engin og hvernig svona einhvern veginn allt spilaðist á lokametrunum. Ég meina, Pavel búinn að rekja það ágætlega að þau gátu ekki einu sinni hafa staðið með því að vera í þessari ríkisstjórn, ætlaði að taka eitthvað svona lokasprett að vera á móti öllu sem hefði gerst í þessari ríkisstjórn. En ég skynja það líka bara frá öllum ríkisstjórnarflokkunum að ég gæti ekki útskýrt hér hvernig þau sæju næsta kjörtímabil fyrir sig. Þetta var svolítið svona verið annarkvort að fegra eitthvað sem illa hefði farið eða gagnrýna jafnvel eitthvað sem þau sjálf borið ábyrgð á. Mikil gagnrýni á Reykjavíkurborg. Maður sá það hjá Sjálfstæðisflokknum að það er ekki mikil samstaða innan Sjálfstæðisflokksins. Það voru reknar 2 mjög aðskildar kosningabaráttur bara í Reykjavík. Þau byrjuðu fyrstu vikurnar með algjörlega andlitslausa kosningabaráttu sem ég held að sé alveg einsdæmi í íslenskri stjórnmálasögu og sérstaklega hjá Sjálfstæðisflokknum. Það sem að strætisvagnaauglýsingarnar voru allar bara svona veggur af texta en engin leiðtogi, engin skýr skilaboð og svo framvegis. Þetta er líka til að með þessa texta að ég held að hafi verið sko að bíla 60 skilaboð eða eitthvað. Já, það var eins og það geti ekki eins og ákveðið þetta að keyra sérstaklega. Sko. Nei, akkurat. Og maður veit það líka bara og maður skynjar það og maður náttúrulega umgengst mikið að Sjálfstæðisfólki komum út á mínu sveitafélagi á Seltjarnarnesi það sem er sögulega mikið af fólki sem hefur kosið Sjálfstæðisflokkin í það minnsta. Og ég tel að jafnvel sko stór hluta þessu fylgi sem enduðu með að fá var ekki fólk sem kaus flokkin með bros á vör sko. Þannig að sumir bara fundu engan annan betri kost að lokum og enduðu með að kjósa aftur sinn gamla flokk en býða bara breytinga innan flokksins. Mér fannst að í svona lok kosningabaráttunnar þegar sömuleyti Sjálfstæðisflokkurinn varð svona svolítið skýrari og skarpari að þá á sama tíma fannst mér svona Sigmundur og Miðflokkurinn svolítið missa flugið og ég held að hafi flætt mikið yfir bara það sem að voru kannski sjálfstæðismenn sem voru efins stefnu flokksins og voru svona komnir á miðflokksvagnin að þeim hafi bara eiginlega ekki alveg litist á miðflokkin á síðustu vikuna sem ég held að hann átti ekki góða síðustu viku. Nei. Svo er alltaf kannski verður líka að segja og þá alveg hrósa og skilja eftir hrósti sína pólitíska andstæðinga það sem þau standa sig vel að Sjálfstæðisflokkurinn alltaf er með ágætismaskinu í að hringja fólk og tala við það beint og ég veit að það er eitthvað sem skilar árangri og ég held að það hafi líka haft sitt að segja á lokametrunum ef þú ert að velja til dæmis milli Miðflokksins annars vegar og Sjálfstæðisflokksins hins vegar og þingmannsefni eins flokksins hefur samband við persónulega en ekki hins þá hefur það áhrif og ég veit að þau sóttu vel á og unnu góða vinnu þar og náðu árangri með það sko. Samfylkingin var með mjög öflugt útríkjavers. Já, það verður náttúrulega stór hópur sjálfboðaliða sem tók þátt í baráttu Samfylkingarinnar og við fundum bara mikil meðbyrði með þessu símtölum en ég sko líka út í við erum svona eitthvað að greina kosningabaráttuna að það kannski líka ef við svona bara þú setjum puttan á það að þú veist hvað var verið að kjósa og hvað kjósuðu voru að kalla eftir þeir voru að kalla eftir breytingum og fráfarandi flokkar gátu ekki boðið upp á breytingar þeir voru að kalla eftir trúverðugleika í efnahagsmálum og fráfarandi ríkisstjórn var ekki með trúverðugleika í efnahagsmálum og svo var ákall það að fara að byggja upp innviði okkar fólk sem er bara að fara að þekkja og finna á eigin skinni að það er að fá lakari þjónustu en það gerði áður fyrr að þessi einhvern veginn svona tilfinningin í samfélaginu að við séum að reka ríkið og kerfin okkar þannig að þau séu ekki að standa undir sér og þessi 3 þættir bara, var fráfarandi ríkisstjórn ekki búin að standa sig vel í og þetta verða bara verkefni nýrra ríkisstjórnar. Það er að koma eitthvað breytt ásýnd á stjórnmálin, að fólk upplifa ekki að vera bara meira því sama, að við náum stjórn á efnahagsmálum og bara, og sem eitthvað trúverulegt plan líka fram á við í efnahagsmálum og við nýtum svo svigrúmið sem verður til að byggja upp innviðin okkar, heilbrigðiskerfið, vegakerfið og svo framvegis. Þannig ef að þetta næst, að þá náum við að svara kalli kjósenda. Það sem kom fram bæði þegar var gerða skoðanakanni hvað eru kjósendur að kalla eftir, hvað kom upp úr kjörkössunum og núna eru 3 formenn að ræða stjórnarmyndunar viðræður og ég bara vona að þær nái að búa til stjórnarsáttmála sem að næri utan þessi verkefni sem er svona skýrt ákallum. Þá komum við einu sem var svolítið rætt í aðdraganda kosninganna og raunverulega svona bara undanfarið ár
Það var ekki bara þessi ríkisstjórn var sett Íslandsmet í óvinsældum eða litlu trausti og þá forystumenn þessara flokka bentu á það, já það á nú við allan heim. Það nú bara, við erum komin í þann tímabil stjórnmálana að það bara óvinsælt að stjórna. Og sjáuð hrun fylgis við þessa ríkisstjórn við miðjuna í Danmörku og sjáuð útreiðina sem að Macron að fá í Frakklandi og sjáuð stöðu stjórnarflokkarna í skoðanakönnunum í Þýskalandi og þið kannist við þetta. Þannig að þó að sé gaman fyrir ykkur að ykkar flokkar sé að fara inn í ríkisstjórn að þá þetta ekkert happy-go-lucky framöndan. Það verður öllu líkindum þurfa flokkarnir og forystufólkið að berjast fyrir því að halda sér uppi þannig að hafi eitthvað stuðning meðal fólks og það erfitt að vera að stýra eitthvað staðar í andstreymi, linnulausu andstreymi alls staðar frá. Hafið þið trú á því að það sé bara þannig að við lifum þannig nútíma að það bara óvinsælt að stjórna? Það vil lengi vera gjaldkeri húsfélagsins. Það spurningur alltaf í gegnum tíðina að hafa þetta ríkisstjórnin oft mist vinsældir þegar á líður en mjög hratt en samt enga síður þá eins og höfum reyndar bent á Íslandi það hafa stjórnarskipti oftast ekki endilega orðið í gegnum niðurstöðu kosninga heldur eitthvað annað en ég veit ekki auðvitað eins og allir þá hefur maður fulla trú á því að það sé hægt að stjórna landinu þannig að fólk þannig að árangur nást og fólk kannski mögulega kunna meta en það sem ég finnst kannski þá vinna með okkur og reynsla sem ég dreg út úr því til dæmis í samanburði við ríkisstjórn sem ég fór í ásamt Bjartir framtíð Viðreisn og Sjálfstæðisflokks það var hvað sem verður ekki sagt ríkisstjórn sem hafði bara minni og ekki að breiða skírskotun og þau mynstur sem nú geta orðið niðurstaðan hvað sem þau verða. Það var ríkisstjórn sem var náttúrulega svolítið svona hægri borgar suðvesturhorns miðuð og hún var byrjað með einsæta meirihluta og náttúrulega var dottir niður í minnihluta í skoðanakönnunum mjög hratt og þetta líka svolítið sem slæmt fyrir stjórnarflokka ef að fyrsta mæling eftir að stjórnin mynduð sýnir að hún fallin í almenningsáliti. Þannig að það nú einn af reynslum sem ég dreg út úr þessu að það er gott að mynda ríkisstjórn sem hefur aðeins meira fylgi heldur en bara mjög nauman meirihluta á bakvið sig því að það hefur áhrif á vinnuandan og stemninguna ef að fólk finnur að það hrarar mjög hratt undan. Og ég held að þessi flokkar sem núna að tala saman, það auðvitað breiðar í skírskotun, hvort sem við tekur bara kjósendahópana eða hún með meirihluta allstaðar á landinu í öllum kjördæmum og í flestum þykjuhópum. Þannig að það er eitthvað sem ég finnst sóknarfæri á alla hitt stjórnarmynstri sem ég vanur að taka þátt í. Já, svo eftir að koma stjórnarsáttmálinn og þá einhver sem sakna síns máls og alveg örugglega. Já, áleika til að koma í ljós hvernig stjórnin mynduð. Það er alltaf möguleiki á að mynda stjórnum fá stór mál. Það er alltaf möguleiki. Þó að kannski hitt sér algengar að það sé reynt eiginlega að adressa öll mál sem að geta komið upp og gera samkomulega áður en lagtir á stað. Ég meina það er allar útgáfu til að svona stjórn. Allan er þannig efnahagsmálið skipta mestu. Og ef það er hægt að ná tökum á þeim. Við ætlum bara að gera þetta á fyrsta 1,5 árinu og svo bara endurnýju við stjórnarsáttmálann ef það verður. Ég meina það, svona útgáfur eru til, ekki kannski algengar hér en maður þekkir þetta víða. Þú veist, ef það er ákall einhverja tiltekna breytingar í samfélaginu, að fara ekki að ræða hval og Evrópusambandið, hvað á að gera við það? Þetta er eitt af þessum málum. En svo ég kannski grípi boltan aðeins á loftið áður en ég fara að svara á þess að segja no comment við þessari síðustu spurningu. Ég kem náttúrulega ekki nálagt þessum viðræðum. Það er bara formenn sem leiða þær með varaformann. Ég hef þessar myndað meirihluta í tvígang í Reykjavík og mín reynsla þar er kannski svo að við bæði skiptin reynt að vera sæmilega tæmandi á þá málaflokka sem maður kemst yfir. Það er bara ákveðin æfing í því að takast á við ágreining. Af því að stundum eru það innan gæsalappa það geta verið einhver lítil mál. Það geta verið einhver mál eins og göngugata hér eða ekki þar, svo ég taki það dæmi, sem eru síðan ekkert svo, sem eru kannski lítil í stóra samhengi hlutina, en geta valdið
stórum ágreiningi. Þannig að sjálfsögðu skipta breiðustrókurnar miklu máli en það líka ágætt sko að venja sig svolítið á það að tækla hinn málin snemma að því að við viljum ekki að þau hafi þau áhrif að sem vata sér einhver óróa þar kemur. Og það eru bara ákveðna æfingarleysi og ágreiningi sem skiptir náttúrulega mestu máli því að hlutinir sem eiga eftir að valda ríkisstjórn vandræðum eru oft ekki hlutir sem koma upp í viðræðum sjálfum sko. COVID var aldrei inn í myndinni áður en það kom. Já, en Guðmundur Ari, þessi svona, hvað var þetta, áróðursherferð gegn DIB ekki sinni, hann fekk mikinn andbyr og finnst okkur ekki öllum þetta svona að hafa gengið á langt? Jú, ég held að það hljóta að vera sko. Og það er líka ágætt að aðgreina sko að fólk og kjósendur eiga fullan rétt á að mynda sér skoðanir á stjórnmálafólki og vera mjög ánægð með einhverjum stjórnmálamenn og óánægð með aðra. En það er annað þegar að keyra svona bara rándýrar herferðir gegn einum einstaklingi það sem er sko teiknuð mjög svona eitthvað svört mynd af einhverjum einstaklingi og með svona óljósum skilaboðum og þetta var, ég myndi bara segja það verið gengið alltaf langt gegn honum í þessu en mér finnst hann samt hafa bara svona staðið sér vel í þessari baráttu að hann er náttúrulega reyndur stjórnmálamaður hann hefur lent í alls konar áskorunum á sínu stjórnmálaferli og bara, heldur áfram að vaksa og dafna sem stjórnmálamaður sko. Þannig að maður skynjar alveg, að sjálfsögðu, fólk má bara hafa alls konar skoðanir, en svona nýðherferðir gegn einum stjórnmálamanni í alþingiskosningum, ég hitti ekki mikið að kjósundum sko neinna flokka sem var að tengja við þetta. Sko ég heyrði fleiri segja, ég er nú bara spáði að kjósa ykkur með að mér finnst þetta bara ekki í boði sko. En ég veit ekki alveg hvaða nál var verið að reyna að hreyfa með þessum skilaboðum sko. En náðu að fella hann í mitt sæti, eða ekki? Jú. Það var alltaf nógu margir sem spurning hvort það hafi verið út af þessar herferð eða áskorun formannsins sem það var en sko ég langar samt að segja að því og sem betur fer ég held að ekki mikið af svona herferð beins gegn okkur beinlinis við heldum nægilega fengið svona að vera dálítið fyrir því en sko ég verð samt að segja að það þetta dálítið svona ágalli á okkar lagaumgjörð að ef að maður hefur áhuga á því að styrkja ákveðinn málstað stjórnmálaflokk, þá getur maður styrkt hann 550.000 krónur og síðan ef maður er fyrirtækjaeigandi þá getur maður styrkt hann jafn mikið viðbót hann 1,1 og ef það er gert þá koma þessar upplýsingar allar fram í ásreikningum stjórnmálaflokka sem og allar upplýsingar sko hvað stjórnmálaflokkarnir nota sitt fjármagn í og það er hámark og það er engin nafnleynd. Ef að maður vill þess að fara fram hjá þessum lögum þá hægt að búa til félag áhugamannum X og Y dælt í það fjármagni og þá bæði hægt að gera þetta nafnlaust og ekki, það engin hámörk sem þar gilda og við þurfum kannski bara aðeins að spyrja okkur sko ef að þú ert farin að auglýsa í miðri kosningabaráttu að kjósa eitt flokk umfram annan eða einhverja flokka umfram aðra eða einhverja einstaklinga umfram aðra ertu ekki taka þátt í kosningabaráttu og ekki eðlilegt að gildi einhver laga umgjörð það sambarleg þeirri sem gildi stjórnmálaflokk. Nú megir eyða þú og fyrirtækið þitt megir eyða 1,1 milljón í þessar birtingar. Ég meina Bandaríkjamenn og lönd sem hafa komist miklu lengra við í löggjöf fjármagn í tengslum stjórnmálaflokka eru bara með umgjörð. Þeir nú að sumunni gefist upp fyrir og þar geta auðugt fólk og fyrirtæki haft alveg hryllilega áhrif. Það eru samt einhver superpaks og eitthvað svona, það eitthvað kerfi kringum það, hvort það sé nægilega gott eða ekki. En ég meina, ég spyr mig bara, myndi okkur líða vel með það að því að út af þessum algjörna nafnleysi sem fylgir svona herferðum getur fyrir, myndi okkur líða vel með það ef það kemist ljós að það væru erlend ríki eða einhverjir erlendir aðilar sem í skjóli nafnlenda sinnar væri að beita sér í íslenskum kosningum með þessum hætti. Ég ekki viss að neinu myndi líða sérstaklega vel með það. Sama hvar í flokki. Það eru ógilda kosningar í Rúmeníu út af erlendum afskiptum. Já, maður á eftir að lesa þann úrskurð. Það virðist vera einhvers konar þannig rök sem það byggja baki. Þannig ég segja upp á svona kannski eins framtíðina og ákveðnar þjóðaröryggispælingar, þá finnst mér ekki galið að við búum til einhverja umgjörð það með hvaða hætti sé að beita sér í kosningabaráttu. Ef að fólk stígur 2 vikum fyrir kosningar og fer í hvatningum að kjósa eitt flokkum frá annan. Þá ertu að taka þátt í kosningabaráttu. Á sínum tíma þegar ég var ritstjóri á tímaritunum mannlíf þá var Helga Vala Helgadóttir að vinna með mér
og það voru einhverja kosningar og við fundum út leynifélögin þú veist að tala sko. Ekki setja á allt þetta, fundum þessi félög sem hétu öll mjög sérstökum nöfnum og þar voru sem menn eða fólk búið að reka kosningabaráttan sína í gegnum svona áhugamannafélag sem að ekkert skattskylt eða neitt. Oft í prófkjörum þá. Svona í prófkjörum, já, prófkjörum og þar gáttum við séð sko að hvað margir eða nokkur höfðu gert þetta með peningana bara í skjóli og ef var umfram það sem bara það kostaði hvað var þá þá peninga og við fengum mjög bátt fyrir hjá sumum stjórnmálamönnum en þetta var opið leið þarna til að reka þetta allt í félum. En auglýsingarna sem að beindust gegn Degi að þær voru ekki að hann væri sko andstyggileg mannverra eða eitthvað svoleiðis. Þetta var braggamálið, þetta var lóðaskortin, þetta var eiginlega mál sem hafa verið bara í endalausri umræðu í íslensku samfélagi og sumuleyti voru í bara kosninga stefnu eða umræðu Sjálfstæðisflokks og Miðflokks og fleiri flokka. Þannig að það var ekki þannig að það væri sko svona yfirgengilega illgjant auglýsingarnar sjálf. Ekki misskil mig, ég ekki á því að sko negative campaigning sé eitthvað sem ekki heima í lýðræðisríki þó að við höfum einsett okkur það í Viðreisn að reyna ekki að tala aðra. Þetta bara mjög sjaldgæft hér. En það sem konsept bara partur af því, ég meina það bara það vilja hafna einhverjum jafngóð ástafa og að vilja kjósa eitthvað sko. En ég set spurningamerki við það að ég hægt að gera án eftirlits og án sama tíma og flokkanir eru undir eftirlit. Já. Með sína þýslu. Já, ég drengir eitthvað. Ert þú með fleiri spurningar? Nei. Ég get vel gert það. Já, ok, gott að koma. Nei, ég bara þeir segja bara no comment sko, þeir eru bjartsýnir á að það verði ríkisstjórn, það verði barn í brók eins og sagt er. Ég meina, ég hef enga ástæðu til þess að ætla annað eins og segja að við Þið viljið að þetta endi vel vilji og ekki vilji Viðreisn fer ekki í viðræður til þess að athuga málið tékka á stöðunni, styrkja stöðu sína fyrir Evrópusambandið, þið ætlaðu að kanna hvernig samningur verður og leggja það svo fyrir en það er samt það er alveg rétt, það er eins og líka þannig að við förum ekki í þá vegferð bara til gamans við leggjum ekki, við erum Evrópusinnaður flokkur, ég held að það sé öllum ljós, við leggjum ekki að staði þessa vegferð nema út af því að við trúum því að hún skili í Íslandi og Íslendingum góðri niðurstöðu. Þannig að þetta er ekki bara einhver samkvæðisleikur. Okkar eigin sýn er skýr en við teljum að eðlilegt að þjóðinni fyrst að skrifi þar. Þið hafið fleiri aðra kosti raunverulega umfram bæði Samfylkingun og Flokk fólksins. Þið hafið hérna svokölluðu borgaralegu ríkisstjórn sem allir tala núna. Ég veit ekki hvaðan þetta hugtak kom upp aftur. Þetta eitthvað sem má reykja til millistíksáruna. Já, þetta er nú ekki svo óalgeng notkun á Norðurlöndum. Ríkisstjórn sem heldur kommunistum úti. Þetta er ekki óalgeng orðanotkun á hinum Norðurlöndum svo það sé sagt sko. Þannig að ég ætla að amast við henni. Hún þýðir þetta bara miðju hægri stjórn í daglegu tali. Það er nú oftast það sem borgarlega á Norðurlöndum þýða. Jú, það er rétt. Viðreisn hefur verið nefnd sem samstarfsaðili mjög margra annarra líka. Ég hef kannski ekkert endilega skynjað að fólk hafi endilega verið að nálgast sko, okkur frá þeim að loftum kostingum eða ekki í opinberum yfirlýsingum. Þar er mér kannski heldur að leggja áherslu á ágreiningin heldur en að finna leiðir fram í honum. Ég heyrði nú Bjarni að segja einhvers staðar að þeir var að ræða við og ég gæti ekki skilið þetta öðruvísi en að menn væri svona að þreifa fyrir hann er búin að hringja í marga þeir menn geta haft áhrif á þessar umræður með því að reyna að lokka menn yfir í eitthvað annað að draga upp mynd af einhverjum öðrum leikjum, það er hluti af... Já, það kunna allir að leggja saman upp í 32 en að við erum í þessu viðræðum en ekki öðrum og þær eru formlegar, þær eru með umboði forseta til forma samfélkingarnar, þannig að... Evrópumál haldið að þau ættu heima í stjórnarsáttmála? Eða eru þessi tveir flokkar bara einfallega ekki með nógu mikið fylgi til þess að ná því gegn það? Þið hefðu getað fengið Pírata til þess að styðja Evrópumál en þeir eru ekki á þingi.
En aðrir flokkar hafi ekki lagt áherslu á þetta? Þetta tvímælalaust eitt af þeim málum sem verið að ræða sko, og þið spurðuð út í sko, hvort að við myndum vilja að þetta myndi klárast. Ég lýsti því hér áðan sko, að þetta ákallum breytingar, þetta ákallum að ná stöðuleika efnahagsmálin og fara að byggja upp innviðina. Ég meina við bindum vonir við það að það náist og vonandi næsta í þessu samstarfi sem verið að ræða núna. Það verkefnið og maður bara styður það heils hugar. Herru, kærar þakkir Pavel og Guðmundur Ari. En við sittum eftir bræður og þurfum aðeins að klára þetta eftir augnablik. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.